alltaf og allt hjá mér. Smá hreyfing á borðinu. Það verður að vera hreyfing á þess, ekki? Allt þarf að vera á sínu stað. Klukkan, gang, setjum hana. Orguðsir hérna, ekki? Jú, allt á sínu stað. Ekki annars, ekki allt á sínu stað. Værum þetta aðeins nær. Og einhvern veginn verði þetta nú skiljanlegra sem við erum að reyna að segja. Og hingað, ekki? Það var þetta komið. Verða bara nokkuð gott hjá okkur. Og við ætlum að kveikja kertum á. Við getum, já. Við einu kerti kveikjum á. Og þessu síðan hér. Við ætlum að lofa drottinn smá, svo tilvera verði ekki grá. Grá, dúkurinn er grár. Fallegur litur, grár litur. En grár litur í huga er nú kannski ekkert svo mjög fallegur. En hver hafi þetta eins og hann vill og velur þann lit sem hann sjálfur vill. Og ég vil svona hafa þetta svona aðeins ljósar í kringum mig. Einhvern veginn kann ég betur við það. En þetta er biblíustundin okkar. Og þá horfum við á biblíuna sem hafa hérna, já, eitthvað sem flytja okkur orð Guðs. Og ljósin og kertunum eru svona táknum ljós drottins. Þannig að allt hefur þetta sína merkingu í þannig séð og þetta merkilega merkingu vegna þess að allt sem Guð gerir er mjög merkilegt. Og menn svona vaksa í því að sjá þetta sem merkilegt þegar þeir fara að kynnast boðskapnum. Og það er á valdi hvers og eins hversu náið hann kynnist boðskapnum. Og öllum er gefið sama þar að kynnast honum vel eða kynnast honum lítið. Við erum bara eftir því hvað menn vilja leggja á sig við verkið. Og hvatningin auðvitað að leggja mikið á sig vegna þess að þetta verk er gott verk sem að fæðir af sér gott eitt fyrir líf manneskju. Og það er eitthvað sem við ættum að vilja. Ættum að vilja vera undirþyggja og skilja. En skilningurinn bara tekur tíma og það vitum við. Það er alveg sama hvað það er að allt tók þetta nú sinn tíma. Þurfast að draga til stafs, það gekk nú ekki vel til að byrja með. En svo kom skilningurinn á því hvernig verkið væri gert og það kannski var til þess að þér fannst skemmtilegt að skrifa. Og sumir hafa það atvinnu að skrifa, til að mynda rithöfundar og blaðamenn og slíkir ágætismenn og konur. Það er þeirra atvinna að skrifa. Og svo er fullt af pislahöfundum sjálfskipuðum sem er að tjá sig á blað gegnum skrif sín og allt það. Ágætisverk og allt, sumt af þessu eru þetta ágætisverk og einstaka fullt af liði er í Guðsverkinu að skrifa og það hefur verið gefnar út margar fína bækur verk drottins í lífi einstaklinga. Ætli það heiti ekki vitnisburðarbók, hugsa það. Og svo náttúrulega orðið sjálft sem að skákar öllum orðum því að þarna ertu með á silfurfati fyrir fram að þig að þú vilt sannleika lifandi Guðs. Og hann er sannleikurinn. Og ég get verið og lifað undir sannleikanum að því ég vil lifa undir sannleikanum. Engin skipundi þín hvað þú átt að gera, aðeins verið að benda á það sem hefur gagnast mér best í lífinu. Ég efast ekki lifandi Guð. Hann er það sem hann er og hann segist vera. Það er hann. Ég er sannfærst það, ég er viss það,
í mér engin efi, en að því ég er manneskja, þá gæti ég gripið til efans, og að því ég vill ekki grípa til efans þegar Guð er annars vegar, þá er ég, já eins og ég get vel að mér í orði Guðs, eins og ég get, hvað merkir það? Jú, ég og þú og við þurfum að hafa fyrir að læra Guðs orð. Og orð Guðs verður skemmtilegt verk og létt verk þegar við svona höfum tamist við þetta orð. Og það er einmitt ein hvatningin að það er að vilja temjast við orð Guðs. Einnig það ræði öllu, alveg eins og bara hver annar. Við veitum að lífið okkar er tómt val. Það er alltaf val. Og þess vegna erum við það sem við erum, að við völdum það sjálf, til að mynda ég að gera þetta verk sem ég hef verið að gera hér í nokkuð lengi, það er mitt val. Og svo fyrir utan það kemur að því ánægja og gleði að framkvæma þetta verk. Og það er einmitt það sem að ég trúi að gagnist mest öðru fólki, sjálfu mér auðvitað. Ég fæ gleðin af því að vinna verkið og ég trúi því líka að aðrir hafi sömu gleði af vegna þess að það er að njóta þessa efnis. Og ekki bara njóta þessa efnis, það er að styrkjast af þessu efni og er því hið besta mál að gera. Guðsverk, hvernig sem á litið, er alltaf gott verk, þarflegt verk, notalegt verk og það styrkir anda, sál og líkama og það er ekkert annað sem að í raun og veru styrkir anda, sál og líkama vegna þess að annað afl hefur ekki leyfi til þess. Drottinn einn hefur leyfi til þess að byggja mannin upp og hann byggir mannin upp rétt, aðrir reyna það, þeir byggja mannin upp, segja þeir, en allt verður á skakk og skjön. Og menn koma staði fyrir en seinna að þetta var ekki það gagn af þessu sem þeir voru að gera sem þeir töldu að yrði. Við sjáum allar hjálpa að tækja bækurnar og alla hjálpina sem verður að bjóða mönnum og konum varðandi svona sálartetri sitt og svo fylla menn sig af lyfjum og ganga svo bara á lyfjum til þess að geta horft framan í daginn. En það er ekki það sem Drottinn skapaði mig og þig til að gera. Hann segir mér að horfast bara í við daginn með sér og þá líka sé ég að fá rétta sýn á það sem er að gerast og ég sé auðvitað að margt er að, en ég sé líka margt harla gott að því Drottinn hefur gefið mér augu til að sjá. Og þetta vill hann líka gefa þér, hann vill að þú sjáir það sem hann er að gera sínum augum. Og þess vegna erum við að benda á Biblíuna, þess vegna erum við að benda líka á eigin ábyrgð á að fá þetta með réttum hætti til okkar. Hvernig gerum við það? Ég held að þú fáir ekkert betri kennara heldur en hann sem býr í brjóstiðinu, heilagur andi frá sjálfum Guði. Og hann er tilbúin til þess að vera með þér í námi sem heitir Biblíunám. Það er nám og við veitum allt nám er vinna. Það er eins með Biblíuna og að fræða sig upp úr Biblíunni, það getur verið mesta vinna, en líka leið gagnlegasta vinna sem þú getur farið í því að hún gefur þér aðgang og styrkir þann part í þér sem er eilífu partur sem Guð hefur þegar eignað sér. Og bæði að því að þú ert að nema fræðin, þá ertu líka leið að styrkja það í þér sem að geri fullvissuna meiri hver Jesús sé. Og til þess er leikurinn og til þess er þetta allt gert. Það er þessi vissa vakni með þér, haldist og meira styrkist. Þetta þarf alltaf styrkjast sem má til góðs að verða. Og það er hefi vinna, mikil vinna, eins og bara allt annað sem þú vilt ná árangur í. Bara nefndu það. Ef þú leggur ekki ræktið það og mikla vinnu og alla vinnu sem þarf,
þá nærðu aldrei neitt sérstaklega góðum árangri. Hvert sem við lítum, hvert sem við horfum, ef við förum ekki þessa leið, að þá er árangurinn bara svona eiginlega, hálfgildings og það er minni. En það er ekki það sem við ættum að sætta okkur við, þurfum ekki að sætta okkur við og ættum að segja okkur sjálf og við viljum ekki sætta okkur við það og þá er bara næsta leið eftir og hún er svo sem er rétt. Og það er alltaf rétt að fara með sér sjálfan til Jesú og lærdómsins sem hann til að mynda er með upp úr bókinni sinni. Þannig að leiðbeinandinn er með þér, hann er í þér, hann heitir heilagur andi. Þannig að þú þarft ekkert að óttast það neitt að þú sért ekki að fá réttan skilning á því sem að þú ert að nema. Og þarna kemur samfélagið til kastana og að því að við erum eins og við erum, ekki alltaf neitt sérstaklega upplýtt stjör og ekkert alltaf með sjálfsvitundina í hástert, þá eigum við félaga, menn og konur sem við getum borið undir eitt og annað sem við erum að nema. Og ef að þetta er andast fullt fólk sem ég reikna með að sé, þá líka leiðir eftir að þig og nú er það staðfestir réttan skilning þinn á því sem þú varst að nema. Þetta er líka fyrir okkur svona til að við séum bara vissari í okkar sök hvernig þetta sé. Og þá erum við á lygnum sjó og við getum alveg verið með okkar í Jesú nafni á lygnum sjó vegna þess að ég eins og þú og við öll við höfum þennan aðgang. Bókinni hér, við höfum aðgang að henni. Hver efast það? Við vitum alveg hvernig við fáum aðgangin og nýtum aðgangin. Við opnum bókina og við lesum bókina. Þannig nýtum við aðgangin. Þannig gerum við þetta eins og þarf. Við skulum aðeins líta í orðið. Ég er ekki ennþá búinn að það er svona svolítið þröngt hjá okkur og við finnum eitthvað gott í þessu í bókinni. Þó aðstæður séu þröngar, ég þarf einhvern veginn að endurskipuleggja þetta en ég er ekki ennþá komið svo langt, það tekur allt sinn tíma. Við höfum flett hér upp í Sefani og ef við ekki að lesa einhvað í Sefani 3. Vei þessari sörguðu, vanilguðu borg ofstoppans. Þannig er hann að Sefani að yrkja eitthvað til Jerúsalem. Og hún er náttúrulega bara eins og aðra borgir, var stundum jólægi og stundum í betra lægi og allt þar á milli. Vegna þess að þar er fólk bara eins og ég og þú. Svo Guð hafi útvalið þessa þjóð sem sína þá er þetta samt bara fólk eins og ég og þú og þar á sama að halda á ég, sem að ég þarf að vera vel að mér í orði Guðs, eiga til trú, þetta fólk þarf það líka. Og ef ég er ekki vel að með þar og á enga trú, þá bara fer eins og fer. Þá gætu við verið þetta ofstópa fólk sem að hér er verið að tala um. Og svo heldum við áfram í öðru versi. Hún hefur óhlýðnast, ekki tekið áminningunum. Hún hefur hvorki treyst drottni né nálgast Guð sinn. Þarna erum við konir að miklu vanda sem að við áttir við að etja og þetta er eitt af því sem gerir að verkum að við hvetjum stöðulega til lesturs í orði Guðs. Þegar við getum gripið til allra þessara þátta ef við stöndum ekki varðberg. Og hver stendur varðberg ef ég vil ekki standa varðberg fyrir mig sjálfur? Og ég hef verju og skjöld, ég hef orð Guðs sem ég get gripið til og verið undir og lyftnir upp á. En ég verð að vilja það og ég verð að gera meira, ég verð að gera þetta verk. Og núna erum við að því og nú erum við að hvetja mann og annan til þess að vera með okkur í þessu. En við erum með hvatningu í þessa átt en ráðum ekki engum meira. Hvað meira verður gert er bara á valdi hvers og eins. En við getum hvatt og við hvetjum vegna þess að það er bara verkið okkar þar að hvetja. Bæði okkur sjálfa og alla aðra í kring. Þannig að allir hafa hlutverk, hellingshlutverk.
bæði ég og þú. Lesum meira. Valdhafar hennar eru öskrandi ljón. Valdhafar hennar, það hefur verið að tala þarna Jerúsalem, eru öskrandi ljón. Dómarar hennar úlfar næturinnar, ekki fallega lýsingar. En þetta samfélag sem er svona, hefur eitthvað gengið úr skaftinu hjá, og ef þú horfir til samfélagsins bara veruleikans í kringum okkur, og ég er að tala borgina og ástandið þar, eða bara ástandið á fólki almennt, þá það þetta, ekki? Oft erum við eins og öskrandi ljón. Oft erum við eins og eitthvað sem við ættum ekki að vera. Vegna þess að það hefur eitthvað gleymst í guðsvitundinni og guðsvitundin einhvern veginn fallið, en hún á að stíga stöðulega. Og það einmitt það sem við erum að hvetja til hér og benda á, að trúin þarf að stíga stöðulega. Það er ekki ásættanlegt fyrir trú að haldast á einhverjum stað, hún á alltaf að stíga. Að haldast á einhverjum stað, þá það í raun, að bjóða upp á valmöguleika, annarkot hnígur hún eða stígur. Þess nátt þú bara vera með það markmið að trúin í þér, hún stígi stöðu. Og við erum með Biblíuna við hliðina á okkur, og hún svona drifkrafturinn í þessa átt. En það eins og með hana og allt annað, ef þú gerir ekki verkið, þá verður nú harla lítið úr því. Þess vegna hvatningin alltaf þessi. Já, valdhafar hennar eru öskrandi ljón, dómar hennar úlfar næturinnar, sem ekki geyma ónaga bein til morguns, spámenn hennar eru svikulir og brigðulir í orðunum. Prestar hennar vanhelga það sem heilagt og misbjóða lögmálinu. Þetta verið að lýsa ágætri Jerúsalemar borg á einhverju tíma. Og þetta getur átt við hvert og eitt okkar. Að við erum ekkert alltaf réttu megin við línuna. Vegna þess að við pössuðum okkur ekki og römbuðum út fyrir línuna og komumst öfugum megin við hana. Og hvað öfugt og hvað rétt þarna? Það liggur alveg fyrir hver hvers, því að réttu megin ertu ekki Jesú megin, trúarinnar megin, þar ertu réttu megin. Því að þar býr allt sem Guð hefur lagt upp í hendurnar á þér. Og hann segir þér að nota, en þetta engin skipur, hann býður þér að nota þetta, en þú tekur ákvörðunum að nota þetta, og það einmitt það sem við erum að gera hér. Við erum að notfæra okkur kennsluna upp úr orði Guðs, að við veitum að hún það besta sem fyrir okkur getur komið. Það hendir okkur ekkit betra heldur en það sem að orð Guðs að tala, það sem trúin á eftir staðfestir, og aðri trúaði með okkur staðfesta sem gefur okkur styrk öndvert, þar að segja, og þegar einhver svona óvissa grípur okkur, og það getur alltaf gerst. Þannig erum við aftur komið með sterka mynd af samfélaginu. Og hvað samfélag? Það samansafn manna og kvenna, margra eða fárra, hvernig sem Og þar innan vébanda safnarins eru alltaf einhverjir nógu vel að sér í orði Guðs til þess að leita til og fá svör sem eins og vorum að tala á staðfesta það sem að þú og ég vissum, eða koma inn með leiðréttingar sem gefur réttan skilning á því sem við vorum að nema, en kannski fengum ekki réttan skilning að vegna þess að grunnurinn sem við byggjum á ekki nógu viða mikill til þess að ná þessu fram. En svo fórstu til safnaðarins og lagðir þetta undir einhvern þar, fórstuðum manna hvernig það var, og þú ferð út með réttan skilning á og hefur styrkt trúnaðina sem einhverju nemur. Það á réttum skilningi sem að trúin styrkist, ekki að röngum skilningi. Þar ertu að raun að búa til að fúa í stóðir, og það endar bara einn veg að allt fyrir að halla og svo fellur það. Þannig að við getum komið í veg fyrir þetta allt saman með því að vera með rétt efni borið á rétta staði. Og efni hér orð Guðs, og þá ertu alltaf að bera rétt efni á rétta staði, því það sér sitt. Það sér að koma sér það fyrir það sem mest gagn af því.
Þannig það er alveg sama hvernig við horfum á þetta allt saman, að orð Guðs er alltaf það sem að þarf að blífa og vera með. Það getur aldrei verið hjá. Við getum aldrei látið hjá líða að sinna því ekki. Því ef við sinnum því ekki, að þá erum við að biðja, jú, við viljum fá mat, en gerum ekki það sem þarf til þess að maturinn komist í okkar hendur og við getum neytt hans. Og hér er matur, við vorum að lesa upp úr orði Guðs, og það er ekkert annað en matur sem við erum að nema eta. Orð Guðs er matur til að eta. Það vísu voru orðin sem við lásum kannski ekkert mjög uppörvandi, en við þurfum líka að vera fólk til þess að meðtaka þau, því að það er bæði dökkt og ljóst í þessum heimi, og við erum þetta bæði svo oft og alltaf oft kannski, að við erum þetta dökka og við erum þetta ljósa. Þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að eiga við í okkur sjálfum og bera ábyrgð á okkur sjálfum hvað trúna áhrærir. Því að það er okkur gefið og það getum við gert. Og þá höfum við ekkert nema orð Guðs sem er betra orði Guðs. Orð Guðs er bara, það stendur á sínu, á bakvið orð Guðs er sjálfur skaparinn, lifandi Guð sem enn er lifandi og hefur alltaf verið lifandi og meira, hefur alltaf verið til og verður áfram til. Einn daginn þá hverfum við. Og við veitum alveg hvar við endum í lokin, niður á 6 fetum eins og sagt er. En þá er þú, minn kæri, komin eitthvað annað. Þannig þú verður áfram til og það gerir trúna, það var nú langt síðan ég sá þetta, að það gerir trúna svo rosalega alvarlega. Að maður verður einhver staðar þó að maður hverfi héðan. Og ég vil fara til staðarins sem að Drottinn talar að ég geti komið til, já, geti komið til. Og ekki bara ég, og þú líka. Ef ég kemst þangað, þá kemst þú þangað líka. En Drottinn opnaði mér leið og ég bið hann að opna þér leið líka. Í Jesú nafni. Það má vera og kannski er það þannig svona uppstaðið að öll eru við bænasvar trúaðra mannesku. Já, ég trúi því að það sé nú þannig að Drottinn heyri bæni, við vitum það, og oft eru við að biðja hvort fyrir öðru og það er nú bara eitthvað í kristnu hjarta sem knýr það til að biðja fyrir öðru fólki, sínum nánustu svo framvegis og oft sjáum við kraftaverk gerast þar að sumt fólk sem að þú reiknar aldrei með að kemist inn fyrir dyr hjá Guði, að það er komið inn fyrir dyr hjá honum vegna þess að þú auðvitað fórst sjálfur þarna inn sem engi reiknaði með að þú gerðir, en þú gerðir og svo fórst að biðja fyrir fólkinu þín í kring og það er einn og einn að skila sér þangað inn vegna bæna. Þess vegna eiginlega held ég að maður geti staðfesta að öll eru við í ranni Guðs sem trúa fólk vegna bæna, fólksins okkar, einkum og sérlegi, því oft eru við að biðja fyrir okkar nánustu og svo framvís, því að okkar nánasta fólk eru þetta fólki sem við þekkjum best og höfum lifað með sumt hver frá fæðingu. Þannig það er alveg eðlilegt að tengslinn séu sterk þarna á milli, svo fyrir það að vera sammæðra og samfæðra. Þannig að tengingarnar eru alveg augljósar og fyrir þessu fólki erum við að biðja leynt og ljóst. En svo fyrir utan það þá biðjum við fyrir fullt af öðru fólki og Drottinn veit hverjir komu inn í hans rann fyrir mína bæn og þína. Það held ég að sé, ég held við getum alveg verið sammála það að öll eru við raun og veru bænasvar. Hvors annars, hvors annars. En þetta er bókin sem við viljum nema úr, vegna þetta er bókin sem okkur er gefin. Og þú veist það, ég veit það, að þetta er orð Guðs og ekkert minna heldur það. Orð Guðs er gott orð, þú færð ekkert annað betra. Þú færði ekkert annað sem er hressir þig meira og er svona betur við þig en orð Guðs. Þannig það allt saman er hérna eitt besta mál. Við erum hér í Gamla testamentinu og það er magna Gamla testamentið fullt af
öllu og já, fullt af alls konar. Þar sérðu, já, gleði og þar sérðu sorg, þar sérðu ilsku og hefnd. Þetta allt í gangi ennþá. Þetta býr allt í manni, ekki bara hvernig sem það býr í mér og það býr í þér, en fer eftir því á hvaða stað við erum, hvort við erum að höndla þetta, beisla þetta. Það er allt annað mál. Og tíminn líður og tækni öld, segir í kvæðinu, og það er nú bara sannleikur. Og sérstaklega ef við erum að gera eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt, þá líður hann mjög hratt og er virkilega svona mikill þeysi ferð. Þannig að við erum ekkert á neinu flæðiskeri með sjálft orðið fyrir framan okkur. Og þú getur alveg fengið þetta orð. Þetta er ekki bara fyrir mig, þetta er líka fyrir þig. Þú sem átt trú fékkst fullt aðgengi að orði Guðs og það er eitthvað sem að við viljum gera og eiga vegna þess að það er eitthvað sem að við eigum. Við skulum lesa hérna orðskviðina, þeir eru magnaðir. Förum bara í 12. Kaflan, við grípum bara niður hér og hvar. Sá sem elskar aga, elskar þekkingu, en sá sem hatar umvöndun er heimskur. Hvort vilju vera þekkingarinnar megin eða heimskar manneskjur? Ég held ég viti nú alveg svarið. Hinn góði hlýtur velþóknun drottins, en meinfýsin mann fyrirdæmir hann. Við getum verið báðar þessar manneskjur. En ég held við viljum nú vera hann sem hlýtur velþóknun hjá Guði. Og við getum það alveg. Þá bara vitum við hvernig við eigum að breyta og hefða okkur og erum þeim megin. Já, svo lesum við hérna aðeins neðar í 7. versi. Ranglátir kollsteipast og hverfa, en hús er réttlátara stendur. Að vitsmunum sínum hlýtur maður lof, en hinn fláráði verður fyrir litin. Þannig er það.